Hér á Sauðárkróki eru hafnar framkvæmdir við nýjan gervigrasvöll. Þetta er langþráður draumur knattspyrnufólks sem hefur beðið eftir þessu lengi. Sumir segja að fyrsti leikurinn muni fara fram í febrúar-mars. Hver veit? Menn hafa verið að vinna hér algjörlega líku við dag og nótt og á rúmlega viku hafa þeir rifið ofan á vellinum, byrjaðir að setja í hann og þið sjáu hér fyrir aftan okkur eru 10 tæki og við erum bara himinlifandi. Það var búið að bíða eftir þessari stund í dálítinn tíma. Já, við erum búin að eiga það hér vetri eftir vetri að æfa hér á minnsta sparkvelli landsins sem er löngur en ónýtur og þegar veðrin hafa verið sem verst höfum við þurft að fara inn í íþróttahús og vera á parketti. Þannig að þetta hefur staðið okkur bara verulega fyrir þrifum í gegnum árin að hafa ekki fullnægjandi aðstöðu til að æfa hér yfir veturinn. Fullnægjandi aðstaða er að þínu mati þá hvað? Það er uppbyttaður flóðlýstur gervigrasvöllur sem að hægt er að æfa og spila á allan ársins hring. Og það er hann er sem sagt á leiðinni? Hann er á leiðinni eins og þú sér hér. Hvað verður hann stór? Herðu, þetta verður löglegur völlur og mun uppfylla öll skilyrði KSÍ til að spila keppnisleiki. Þannig að við sjáum fyrir okkur að í stað þess að þurfa að fara inn á Akureyri á veturna til þess að spila á æfingamótum að þá getum við boðið liðum hingað til dæmis. Þegar að aðalvöllurinn okkar hefur nú verið oft erfiður viðurregnar á vorin og hefur jafnvel liðið fram í júlí áður en við getum farið að leika á honum. Við höfum verið að spila á Hofsósi eða fengið að skipta heimaleikjum. Að hér getum við sem sagt verið öruggir það að við getum spilað okkar leiki hvar og hvernig sem er. Hverju breytir þetta þá fyrir æfingar á vetri til? Treystið ykkur til þess að hafa krakkana úti? Já, Skagfirðingar eru nú hörkutól og við höfum nú engar áhyggjur af því. Menn kaupa sér bara húfur og vellinga og æfa hér úti. Völsungarnir hafa gert þetta nú í 3-4 ár með góðri reynslu og það sem við horfum á líka er samfélagslegi hlutin að fótboltinn tekur ofsalega mikið pláss í eina íþróttahúsi bæjarins. Nú er náttúrulega búið að loka litla salnum niður í gamla barnaskóla sem að þjónaði þó einhverju hlutverki og það eru íþróttagreinar sem að hafa ekki náð að festa rætur af því að fótboltinn hefur tekið svo mikið til sín af tímum í húsinu og nú kannski losna 30-40 klukkutímar á viku í aðrar íþróttir og er það bara vel. Nú voruð þið að tengjast fjölbrautaskólanum, eru þar með fótboltaakademíu. Hverju mun til dæmis bara þessi breytta aðstaða breyta fyrir þá akademíu? Já, við erum náttúrulega núna að sníðast akademívexti og erum ennþá inni með akademíuna og þurfum náttúrulega að nýta þann tíma sem er laus og það er tíminn á milli 7 og 8 á morgnana. Við erum ekkert rosalega hrifnir af þeim tíma fyrir unga krakka til að æfa. En með því að hafa hér völl sem að við höfum líku við eingöngu til okkar afnota getum við stillt þessa tíma af miklu betur og í samræmi við stundatöfluna hjá krökkunum. Hvernig hefur fótboltaliðinu verið að ganga síðustu ár? Svona upp og ofan. Við erum búin að vera alltaf mikið jójó núna síðustu ár. Við höfum verið að komið góð ár og við höfum farið upp og svo komið slæm ár og við höfum farið niður. Og það er bara svo gengur og gerist en það er vel og annað 100 börn sem eru að æfa hjá okkur og framtíðin er björt. Hefur hlutverk knattspyrnudeildarinnar eða Tindastóls sem íþróttafélags á þessu svæði, þá er talað Norrland vestra, hefur það breyst og þá hvernig? Já, við erum náttúrulega farin að horfa líka á það að krakkar eru til dæmis farin að vera minna út en þeir voru. Þannig að gildi skipulagra æfinga hefur aukist mjög mikið í bara hreyfingu og upp á framtíðar bara velsæld barnanna. Að þess að við séum að bjóða hér upp á góða þjónustu og góðar æfingar því að fyrir marga því miður er þetta jafnvel eina hreyfingin sem þeir fá fyrir utan lögbundna hreyfingu í skólum yfir vikuna. En aftur að aðstöðunni nú hefur henni verið hælt mjög víða og meira þess að heyrum við að fólki sem flytur hingað sérstaklega vegna þess hvað íþróttaaðstaðan á Sauðárkróki er góð. Þið eru með mót á hverju ári og hvernig er aðsóknin til dæmis á þau mót? Aðsóknin hefur verið vonum framar. Við erum að fáum hér á hverju ári, bæði á landsbókamót kvenna og svo á króksmótið. Hjá Króksmót fisks þá fáum við hér í kringum milli 700 og 1000 iðkendur ásamt foreldrum sem að koma hér og heimsækja okkur og liðin hafa verið mjög svona holl okkur. Það hefur ekki verið mikil breyting. Þeir sem hafa komið hér undanfarin áratug og vonandi munu halda áfram að koma næsta áratug og við erum mjög þakklátir fyrir það. Þetta er mikið lyftistöng fyrir okkur að fá þessi lið hingað og geta haldið þessi stóru mót. Þetta væri náttúrulega ekki hægt nema því að bæjarbúar koma hér líka við allir saman og aðstoða okkur við að halda utan um þetta og vinna þá vinnu sem þarf að vinna.
Hvenær heldur að fyrsti leikur fari fram á nýjum gervigrasvelli? Ég að vonast til þess með við gangin í þess að fyrsti leikur getur nú bara farið fram í, ég má ekki vera bjarsinn og segja bara febrúar, mars.